Kópavogsmódelið gengur sem sagt út á það að það eru 6 tímar á dag sem eru í raun og veru gjaldfrjálsir. Það er að segja að foreldrar sem þurfa bara 6 tíma vistun fyrir börnin sín, að þau greiða bara þá fæðisgjald. En svo er það þannig að hver hálftími eða klukkutími umfram 6 tímana sem fólk þarf að nýta, að þeir eru þá mjög dýrir. Þannig að fólk sem þarf lengri vistun er þá oftar en ekki að greiða mun meira fyrir leikskóladvölina heldur en það gerði áður. Annar hluti af kerfisbreytingunni eru svokallaðir skráningadagar og þetta er dagar sem eru í tengslum við svona frí, þetta er dymbilvikan milli jól og nýjárs og svo framvegis, að þá eru leikskólarnir í raun og veru lokaðir en foreldrar geta þá skráð börnin sín í vistun og börnin fara þá svokallaðan safnleikskóla sem er þá kannski 1-2 leikskólar í Kópavogi þar sem þau eru með öðrum börnum og nýjum kennurum og eru þá ekki í sínum heima leikskóla. Og rannsóknin er eiginleg viðtalsrannsókn sem hefur það að markmiði að svona fá mjög yfirgripsmikla og svona djúpan skilning á reynslu og upplifun fólks. Og við förum af stað með það að taka viðtöl við þá foreldra leikskólabarna í Kópavogi og ég tók viðtöl við 20 foreldra sem áttu börn á aldrinum 2-5 ára og voru í leikskóla í Kópavogi og tilgangurinn var í raun og veru að fá svona innsýn og skilja betur reynslu foreldra af þessu nýja módeli, hvernig þau eru að upplifa það og hvort og þá hvernig þessi kerfisbreyting hefur haft áhrif á bara möguleika þeirra til að sameina atvinnu og umönnun ungra barna. Það var mjög margt áhugavert sem kom út úr þessum viðtölum og það sem er kannski mikilvægast að segja er að Kópavogsmódelið er í raun og veru ekki að virka fyrir langflesta foreldra. Það kemur fram í raun og veru í niðurstöðunum mjög mikil svona gagnrýni á hvernig þessu módeli var komið á án samráðs við foreldra og líka þessi mjög algenga tilfinning að þarna sé einhvern veginn verið að byrja á vitlausum enda. Það er að segja að þú getur í raun og veru ekki sagt já, öll börn eiga helst að vera bara 6 tíma á leikskóla en vinnudagurinn er eftir sem áður 7,5-8 tímar. Þannig að kerfin tala ekki saman og fólk auðvitað upplifir bara samviskubit og streyti í daglega lífi að reyna að láta hlutina ganga upp. Svo er líka mjög mikilvægt að segja frá því að það virðast vera mjög svona kynjuð áhrif af þessu módeli. Það er að segja að það eru fyrst og fremst mæðurnar sem eru einhvern veginn að draga úr vinnu eða hagræða í sínu lífi til þess að geta mætt skemmri vistunartíma. Og þetta er auðvitað í samræmi við bara rannsóknir og það sem við þekkjum og það eru mæðurnar sem eru líklegastar til þess að þurfa þá að hlaupa hraðar eða einhvern veginn að draga úr sinni atvinnuþátttöku og svo er það líka áhugavert þótti mér að svo eru það ömmurnar sem koma inn eins og eitthvað svona bakvarðasveit og þá sjáum við að það eru ömmurnar sem eru að hjálpa til að kannski sækja barnið þetta í viku eða dekka skráningadaga, veikindadaga og svo framvegis. Þannig að þessi svona kynjaða umönnunarburði, hún helst áfram svona út æviskeiðið sem er áhugavert. Það virðist vera þessi leið virki mjög misvel fyrir mismunandi hópa eða ólíka hópa samfélagsins. Þannig að fólki sem getur nýtt sér þetta er einmitt fólki kannski svona í millistétt sem hefur sveigjanleika í vinnu, getur tekið vinnuna með sér heim, nær að klára vinnudaginn kannski á kvöldinu helgar, hefur skilning frá yfirmönnum og svo framvegis, hefur þetta bakland sem skiptir ofboðslega miklu máli. En svo er það aðrir hópar og það er einmitt svona eins og einstæðir foreldrar, innflytjendur, fólk sem er í vaktavinnu, fólk sem er á stimpilklukku, fólk sem er hefur ekki möguleika á því að bara hætta fyrr og taka vinnuna með sér heim, að þetta er auðvitað fólkið sem getur engan veginn nýtt sér 6 tíma gjaldfrjálsan leikskóla og þarf auðvitað leikskóla sem er sveigjanlegur og til staðar á meðan þau eru að sinna sínum störfum. Og þarna er ég sérstaklega kannski að hugsa fólk af erlendum uppruna sem hefur ekki með baklandið, það er ekki með ömmuna í næsta húsi eða næstu götu og það hefur einhvern veginn ekki á neinna stóla nema sig sjálf. Þannig að ef það eru skráningadagar eða það þarf að sækja fyrr eða foreldraviðtöl þá þurfa þau að mæta jafnvel helgar eða kvöldin til þess að bæta upp óunnu vinnustundirnar.
Þannig að það er mikilvægt held ég að leikskólakerfi eins og öll bara opinber kerfi hugi að þessari fjölbreyttu flóru einstaklinga sem að þurfa að nýta sér kerfin og að kerfin komi til móts við alla en ekki bara suma.